Starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fjölþætt og gegnir stofnunin mikilvægu hlutverki í tengslum við tæknirannsóknir, nýsköpun og framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi. Í þessum þætti hugum við sérstaklega að mannvirkjarannsóknum og þróun. Forstöðumaður deildarinnar sem sér mannvirkjarannsóknir og þróun segir að starfsemin sé margþætt. Ber fyrst að nefna húsbyggingarsvið, síðan erum við jarðtækni og þar á eftir jarðfræði og vegtækni. Hversu stór deild þetta? Við erum nálægt í 20 manns hér að sinna ýmsum rannsóknum, bæði í á gólfinu eins og við köllum það, í efnunum og hins vegar svo líka við á skrifstofum og þar sem að menn eru í rannsóknum með þeim hætti. Svona í gegnum tíðina þá hefur þetta verið ansi fjölbreytt. Áherslusviðin breytast kannski frá ári til árs að einhverju leyti, fyrir eftir þörfinni á markaðinum og hvað er að gerast. En já, því ég held að megi með sanni segja að hér er fjölbreytt vinna. Óskar Örn segir starfsfólkið með fjölþætta og góða menntun og hann segir mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að halda úti sérstakri einingu sem leggi stund á rannsóknir á þessu sviði. Sem byggingaverkfræðingur þá finnst mér þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt fag og þegar við förum að hugsa út í það, þá nú ekki langt síðan að við byggum í raun og veru bara í torfbæjum og hér er ekki löng byggingasaga og mannvirkjasaga. Þannig að við höfum verið bæði að þróa okkur eigin stíl í hvað það varðar og síðan að gera rannsóknir út af þeim aðstæðum, sérstaklega aðstæðum sem að ríkja hér á landi. En það má líka sjá á þeim skýrslum og þeim rannsóknum við höfum verið að gera hvað það er mikilvægt í sjálfu sér. Þetta er ekki niðurstöður og rannsóknir sem við getum sótt annað í sjálfu sér. Byggingariðnaðurinn, leitar hann mikið til ykkar? Já, vissulega. En á hinn bóginn við finnum náttúrulega fyrir því að nú ef það er minna að gera á þeim markaði, þá er rólegra hjá okkur að sama skapi. Þannig að það minna í kannski þá akkurat í þjónusturannsóknum, þannig séð. En það á hinn bóginn gefst okkur meiri tíma til að sinna rannsóknum og þessum djúpu verkefnum í staðinn. Þannig að þetta harmonar ágætlega saman, þannig séð. Á rannsóknarstofum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eru margvíslegar prófanir í gangi, enda tækjakostur mannvirkjarannsókna og þróunar talinn ágætur. Þessi skápur hefur það hlutverk að prófa glugga við íslenskar aðstæður, þar sem bókstaflega allra veðra er von. Já, það má eiginlega segja að hann búi til suðaustanáttin eins og að kalla henni í Reykjavík. Það býr til rok og rigningu þannig að við getum líkt eftir verstu veðuraðstæðum sem glugga verða fyrir hérlendis. Veðrið fer oft á tíðum illa með glugga? Já, það er bæði blautt og álag frá vindinum, þannig að ef glugginn er ekki vel gerður, þá hreyfist hann á mikill og hann getur lekið ef opnarlegu fögin er ekki rétt gerð. Og gluggasmíði felst jú í að gera öll smáatriðin rétt, þannig að komum veg fyrir að vatni finni sér leið í gegnum gluggann. Og það er erfitt að plata það. Er þetta erfitt vandamál? Þetta er búið að reynast svolítið erfitt vandamál í gegnum tíðina. Það er all nokkuð algengt að gluggar leki bæði nýbyggingum og eldri húsum. Þannig þetta er svona viðvarandi bæði nýbyggingavandamál og viðhaldsvandamál. En dragsúgur, hann er líka svolítið algengur? Já, dragsúgur, það er óþægilegt að sitja við dragsúgur eins og með vita og þess vegna þarf glugginn líka að vera vindþéttur og við mælum það líka í þessum skáp. Það er samt mín reynsla eftir að hafa verið að mæla þetta yfir 30 ára að ef að glugginn heldur slagreglunu, þá er vindþéttleikinn ekki vandamál. Hver er tilgangurinn með þessum skáp? Fyrir hverja eru þið að vinna? Já, við erum náttúrulega að vinna fyrir alla sem hafa áhuga að vinna með okkur, en kannski er þetta tvíþætt. Það er annars vegar að geta metið glugga sem er á markaðnum og menn viti ekki hvernig standa sig. Og hins vegar að hjálpa framleiðendum að búa til glugga sem að standast væntingar kaupandans. Og það er gert þá með því að framleiðandinn kemur með gluggann sinn til prófunar. Við sjáum hvort hann stenst eða ekki og ef hann stenst ekki þá reynum við að fara í gegnum með framleiðandanum hvað er á honum og þá fær hann tækifæri til að þróa sína vöru.
Jón á Höfn í Hornafirði, getur hann leitað til ykkar? Já, geta allir leitað til okkar, allir velkomnir hvenær sem er og yfirleitt getum við tekið þetta í prófun innan, hálfs mánaðar getum við sagt. En hvað með glerframleiðslu? Jú, glerframleiðsla, við höfum líka fylgst með þessu gegnum tíðina. Þegar ég kom fyrst að þessu, þá voru menn að framleiða tvöfalt gler sem endist svona í 5-7 ár, þótti gott. Núna getum við sagt að glerframleiðslan hafa batnað það mikið að við segjum að meðalending sé 20 ár pluss og oft lengur og eiginleikarnir, bæði varma eiginleikar og fleiri eiginleikar hafa batnað líka. Þannig að gluggarnir eru mun betri glerið heldur en áður var. Hvenær rennur upp sá tími að þið þurfið ekki að prófa gluggana þeir verða orðnir það góðir? Mín skoðun svo að það verður nú aldrei, en það kannski dregur aðeins úr þörfinni eftir því sem að tæknin batnar, en menn alltaf að finna nýja tækni sem þarf að fylgjast með. Eru framleiðendur duglegir að leita til ykkar? Ekki nógu duglegir, en sumir þeirra hafa verið hérna eins og grái kettir alla tíð og við erum náttúrulega ánægðir með það og ég held að þeir kvarti yfirleitt ekki út af samvinnunni. Þannig að þeir sem hafa verið hérna mest, þeir hafa kannski þróað sína möru best. Smíða Íslendingar góða glugga? Eins og ég segi, sumar verksmiðjur eru undir eftirliti frá okkur og eru að reyna að gera sitt allra besta með því að skipuleggja sitt innra eftirlit og velja vöruna sem þeir nota og kostgæfni. Þannig að þeir standa sig vel. Svo allt of mikið bílskúrsframleiðslu eins og ég kalla það. Það að segja að það eru menn sem að framleiða og sumir þeir að gera góða hluti en aðrir ekki, en það enginn sem fylgist með því og ég get ekki með því að horfa á gluggana sagt hvernig þeir eru heldur verið að fá það til prófunar og þeir kom ekki með þá. En þið fylgist með eftir bestu getu? Já, við fylgjumst með þessu og við erum alltaf tilbúnir aðstoða menn sem eða bara vilja það sjálfur. Skammt frá slagrækt skápnum verið að rannsaka steinefni. Steinefni stór hluti eins og til dæmis fyrir vegagerð, þá það 97% af malbikinu steinefni og fyrir steinsteypu það 75% bara steinefni, þannig að ég myndi segja að steinefni væri stór og mikilvægur hluti í báðum þessum. Þannig að við viljum vera viss á því hvað við séum í höndunum þegar við erum að búa til veg eða steypa. Basalt langalgengasta jarðefnið hérlendis. Erla segir basaltið ágætis efni enda sterkt og hún hefur tekið sýni allt land enda námur oftast opnaðar sem næst framkvæmda stað. Við erum að vinna fyrir verktaka héðan og þaðan og vegagerðina mjög mikið. Við erum að vinna í samstarfi við Orkustofnun. Við erum að vinna í eftirliti fyrir björgun. Og þá erum við aðalega að sækja steinefni úr hafsbotni og bara svona hinn á þessa óháða aðila sem að krefjast eða vilja að fá rannsóknir á einhverjum efnum. Þá bara gerum við allt það sem við getum til þess að aðstoða það. En þessi efni þurfa væntanlega að standast ýmsa staðla? Já, við erum með Evrópustaðla sem við reynum að fara eftir í einu og öllu. Og efnin verða að vera prófuð samkvæmt Evrópustöðlum. Þannig að það eru reglur sem eru gildandi það. Hvernig eru þið tækjalega búin hérna? Já, maður vill náttúrulega alltaf fá betri tæki. En við erum með hristara hérna til þess að gera kornastærðardreifingu. Við getum gert svokölluð húmus- og slammpróf sem eru að leitast eftir lífrænum óhreinindum í efni og fínefnahluta. Svo mælum við kornarumþyngd á mettivatn. Við mælum kleifnipróf til þess að athuga hversu kleifið efnið Los Angeles og kúlnakvarnapróf eru svona styrkleikapróf til þess að athuga styrk kornana. Svo erum við með malbikunartæki hérna og við erum með fullt af tækjum. Hversu mikilvægt að þessar rannsóknir séu stundaðar? Það er mjög mikilvægt að rannsóknirnar séu stundaðar svo að kúnninn viti og verktakinn hvað hann með í höndunum og þá getur hann séð hvort hann geti breytt þessu eða bætt efnið, hvort hann geti notað yfir höfuð. Og það geta verið miklir fjármunir í húfi væntanlega? Mjög miklir.
Þjóðin ver miklum fjármunum í húsbyggingar. Þök þurfa að þola íslenskt veður, rétt eins og gluggarnir. Mannvirkjarannsóknir og þróun lætur þök sig að sjálfsögðu varða. Húsið skel, utan með einhverja starfsemi sem er inn í húsinu og skelinu ætlað að sjá til þess að aðstæðu sé heppilega fyrir þessa starfsemi. Og þakið sem sagt mjög mikilvægur partur í þessari skel. Því ef að þakið klikkar, byrjar að leka, þá lekur inn í húsið og getur þess vegna valdið skemmdum á öðru heldur en bara þakinu sjálfu. Þetta er gólfefni og innréttingar sem geta skemmst. Og þá er áhugavert að velta fyrir sig hvers vegna þessi hætta getur komið upp. Á Íslandi þá byggjum við þök aðal í tveimur tegundum, annars vegar loftræst þak sem er kallað, stundum kallað kalt þak og hins vegar óloftræst sem þá stundum kallað heitt þak. Við höfum verið að byggja báða tegundunar svona í bland, eða alla tíð alveg frá landnámi. Þó er í dag langmest af þessum loftræstu þökum í íbúðarhúsum, það er að segja minni byggingum yfirleitt. En þessi óloftræstu þök eru þá stærri byggingar. Í loftræsta þakinu þá er loftbil sem að vindur kemur hreyfing á lofti, þar er það loftstreymi í gegnum þakið. Og þessu loftstreymi er ætlað að taka burt raka sem að getur verið í þakinu, til dæmis orðið eftir þegar húsið er byggt, eða það verður gjarnan smávægilegur leki í þakinu og svo getur komist raki innan frá og upp í þakið. Og loftunni er þá ætlað að koma þessu raka út. Þetta gengur ágætlega með þakið lítið. En ef þakið fer að vera flókið, húsið er með flókið form, það eru kvistir og þakgluggar og brot og vinklar í þakfletinum, þá er ekki alveg öruggt að þetta gangi eftir. Og getum kíkt á þessa sniðmynd hérna, sem er dæmigerð uppbygging á íslensku timburþaki. Einangrað á milli sperra, utan verður regnvörn sem að hérna er bárujárn, og svo einhver tjörudúkur sem að hérna er kallað þakpappi, timburklæðning, og þá er komið timbur þannig inn í þakið, loftrás, einangrun á milli timbursperra, og síðan er rakavarnarlag innanverðu. Regnvörnin á að hindra að vatn komist innanfrá, rakavörnin sem er plastdúkur, gjarnan glært, byggingaplast eða þolplast, þá að sjá til þess að komist ekki rakt loft innan frá húsinu upp í þakið. Þar geti rakin úr inniloftinu þést. Svo þetta rakavarnarlag hérna er orðið gífurlega mikilvægt í því að loft þétta þakið. Þannig að það sé ekki tenging á milli loftbilsins í þakinu og inniloftsins. Það þýðir þá að það megi ekki vera neina glufur eða göt í rakavarnarlaginu og allar raflagnir lenda innan við rakavarnarlagið og ganga ekki út í þakið og rjúfa þannig þetta þéttilag. Aðarlega það rakavarnarlagið vera loftþétt. Ef það er ekki, þá getur inniloftið sogast upp í þakið og valdi rakaþéttingu þar. Og það getur orðið hollustöfundamál, það getur orðið mikluvöxtur í þakinu sem er þá íbúinu til vandræða. Nú ef það er viðvarandi rakjana þá getur það ekki fúnað og þá endist ekki eins og hægt að gera. Þennan þéttleika getum við mælt svona að vissu leyti en annars verður að treysta á að iðnaðarmennirnir vinni sína vinnu. Hverjir eru það sem að leita til þín? Já, það er nú gjarnan þeir sem að lendi í vandræðum með þökin sín, húsbyggjendur, húseigendur, en svo eru líka hönnuðir sem að stundum á að ræða lausnir og aðferða fræðina hvað sé heppilegt hverju sinni. En þetta er stórt vandamál hérna á Íslandi? Já, það eru það 30% allra húsa, óháð byggingartímabili sem að leka og það er oftast það ekki sem vandamál. Þannig að þetta er meiri háttar vandamál í okkar húsakosti. En hvað með myglu sem að myndast gjarnan? Já, það er myglan þarf raka og hæfilegan hita og svo náttúrulega eitthvað lífrænt efni til þess að lifa á, þetta er jú lifandi vera. Og þetta getur allt verið til staðar í þaki sem ekki er rétt byggt. Og ef að myndast mygla í þakinu hérna, þá getur miklu sveppurinn sem haft áhrif á inniloftið, bæði með því að hann gefur frá sér lofttegundir í meltingunni, eða þegar það meltir, og svo geta gró komist inn eða rýfur í rakavarnarlaginu. Þannig að þetta rakavarnarlag er höfuðatriði í loftræstu þaki. Geta allir húseigendur leitað til ykkar? Já, við erum með upplýsingaskyldu til allra. Þannig að hér er opinn síminn ánast bara allan vinnutíman.
Útgáfustarfsemi mikilvægur þáttur í starfsemi mannvirkjarannsókna og þróunar. RB-blöð innihalda tæknilegar upplýsingar ýmislegt sem viðkemur viðhaldi, hönnun og byggingu mannvirkja. RB-blöð eru niðurstöður rannsókna hjá okkur settar fram á aðgengilegu formi fyrir bæði fagaðila og annað fólk sem annaðhvort að kaupa sér híbýli eða að standa í einhverju framkvæmdum. Eru þessi blöð mikið notuð? Já, það má segja það og það bæði fólk að koma og panta þetta af vefnu hjá okkur mikið og svo stór hópur sem bara í áskrift leið og nýtt blað kemur út, þá vilja menn bara fá þetta strax sent. Og þar eru allar helstu nýjungar? Algjörlega og það eru margir sem hafa verið áskrifendur í áratugi hjá okkur og eru að safna þessu saman og síðan eru við reynda með þetta sett saman í möppur ef að menn vilja fá þetta í heild sinni. Nánari upplýsingar starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands að finna á heimasíðu stofnunarinnar nmi.is.